Hildur roskin kona sem býr ein í næsta húsi við frú Magnhildi. Hún saumakona. En nú orðið hefur hún ekki mikið að gera því að fólk kaupir oftast tilbúin föt í búðum. Einn laugardagsmorgun sat hún frú Bóthildur og borðaði ristað brauð með ávaxtamauki. Hún var brosandi því að hún var að lesa bréf frá eftirlætis frænku sinni, henni Melkorku. Og Melkorka skrifaði þau gleðitíðindi að hún ætlaði að fara að gifta sig. Hvað getur hún gefið þér í brúðargjöf? Hugsaði hún frú Bóthildur. Það verður að vera eitthvað alveg sérstakt, af því að hún nú einu sinni eftirlætis frænka mín. Ættargrip sem hún hafði erft eftir móður sína. Ég geng aldrei með hana, sagði hún frú Bóthildur og andvarpaði. Það rétt að Melkorka fá hana, en ég verð að þægja hana fyrst. Í sömu andrá var barið að dyrum, svo að hún frú Bóthildur lagði næluna frá sér á snyrtiborðið og fór niður til að gá hver væri komin. Það voru Blámann litli og Raggi rauðmagi sem voru að bera út kirkjuríti fyrir prestinn. Þeir stungu blöðunum yfirleitt inn bréfalúguna, en þeir stönsuðu alltaf til að spjalla smá stund við ungfrú Bóthildi, af því þeir vissu að hún fékk sjaldan gesti. Og ungfrú Bóthildi fannst mjög gaman að sjá þá. Þakka ykkur fyrir, strákar mínir. Komið inn fyrir að fá ykkur glas af appelsíni. Þakka þér fyrir, sagði Blámann litli. Það var mjög heitt og þeir voru orðnir þyrstir. Þeir sá að ungfrú Bóthildur var eitthvað spennt, en svo sagði hún þeim frá brúðkaupi frænku sinnar og gjöfinni sem hún ætlaði að gefa henni. Bíðið hérna, sagði hún. Ég ætla að sækja hana. Svo fór hún upp á loft. Ef ég á að segja ykkur alveg eins og þá hefðu Blámann litli og Raggi rauðmagi mun meiri áhuga á appelsíninu en nælunni, og þeir voru að velta fyrir sér hvort hún myndi ekki gleyma að gefa þeim það þegar þeir heyrðu hátt óp ofan á lofti. Þeir þutu upp og fundu ungfrú Bóthildi í svefnherberginu. Hún stóð og fól andlitið í höndum sér. Hún horfin, sagði hún grátandi. Ég skildi hana eftir á snyrtiborðinu og hún horfin. Kannski hefur hún dottið á gólfið, sagði Raggi. Þau leituðu allt herbergið, hátt og lágt. Bak við skápa, undir gólfteppi, undir rúminu, en hvergi fundu þau næluna. Þetta var allt okkur að kenna, sagði Blámann litli, fyrir að vera að banka einmitt á þessu andartaki. Nú tek ég fallega mynd af einhverju og við gefum ungfrú Bóthildi hana. Ég ætla að vaka fram eftir í kvöld og taka nokkra myndir af villtum dýrum út í skógi. Kannski næ ég mynd af greifingum? Þó getur ekki tekið neinar myndir, það verður komið myrkur, sagði einhver. Og vitið nú bara hvað? Rappur Vestmann var kominn. Bjánertu, ég notaði þetta leifturljós. Þetta verður áræðilega feikna gaman. Völundur og Glömur ætla að koma, vilt þú ekki koma með, Blámann? Má ég koma líka? Spurði Raggi rauðmagi. Og ég líka? Spurði Rappur Vestmann. Og Elisabeth sagði já við Ragga rauðmaga og já við Rappur Vestmanna því að henni datt ekki í hug nein góð og gild ástæðu til að segja nei. Blámann litli átti ekki að fara í skólan daginn eftir, svo að frú Magnhildur sagði: Allt í lagi, drengur minn, farðu bara. En hvað í óskopunum ætli að hafa orðið á nælunni? Ég hætti vel að biðja hann Stíg Vestmann að rífa upp gólfborðin. Hvenær komið þið heim í kvöld? Blámann litli vissi það ekki, en þegar þau voru búin að fá sér te, lét frú Magnhildur hann fara í þykka peysu og setja á sig prjónahúfu, lánaði hann vasaljósið sitt og fylgdu honum heim til Elisabethar, en þar ætluðu öll að hittast. Við komum heim miðnætti, sagði frú Glömur, en þarftu nokkuð að vera að vaka eftir okkur? Það allt í lagi, sagði frú Magnhildur. Ætli ég horfi ekki hvort þið á seinni myndin í sjónvarpinu. Og þau lögðu af stað. Þetta var mjög spennandi. Það var eins og þau væri í könnun á leiðangri hinum megin á hnettinum, en auðvitað var skógurinn bara rétt fyrir utan Hafraþorp. Við verðum að fara mjög hljóðlega, sagði frú Glömur þegar þau læddust eftir stígnum. Alltaf þegar Elisabeth heyrði eitthvað hljóð, beindi hún myndavélinni inn á milli trjánna og eitt andartak lýsti leifturljósið hennar upp skóginn. Finnst þér þetta ekki draugalegt? Hvíslaði Raggi rauðmagi að Blámanni litla og í sömu andrá heyrðu þau Elisabeth lyfti upp myndavélinni og smellti af. Þegar leifturljósi lýsti upp umhverfið, sáu þau Rapp Vestmann bak við tré. Þarna lék ég á ykkur, galaði hann. Þið héldu að ég var í ugla. Rappur minn, þetta er illa gert, hrópaði frú Glömur. Þú eyðilagðir heila mynd fyrir Elisabetu. Og Völundur
Sagðist myndu láta hann fara einan heim gegnum skóginn ef hann hagaði sér ekki skikkanlega. Hann hefði þetta aldrei gert það, en þetta var nóg til þess að Hrappur hagaði sér skikkanlega. Þau voru komin inn í miðjan skóginn og þar funduðu rjóður og stóðu grafkýr smástund til að sjá hvað þau sæju, eða kannski öllu heldur til að sjá hvað þau heyrðu, eða skiljið hvað hjá við. Einu sinni hélt Elísabet að hún heyrði greifingja skjótast gegnum kjarrið og tók eina mynd enn. Satt að segja finnst Blámanni þetta hálfleiðinlegt. Það gerðist ekki neitt. Svo hann varð óskup ánæður þegar hann heyrði þorpsklukkuna slá 11:30 og Völundur sagði að nú væri orðið tímabært að halda heim á leið. Þegar þau kom út úr skóginum, nam Elísabet allt í einu staðar. Ég held að sé hreiðurann í runnan, sagði hún og smelti af síðustu myndinni. Þau kom að heimili Blámans litla leið og klukkan sló 12 og frú Magnhildur beið þeirra með heitt kakó og keks. Það var indælt því þau voru öll svo þreytt. Var myndin góð? Spurði frú Glaumvör. Ég veit það ekki, sagði frú Magnhildur. Ég sofnaði, skemmti þið ykkur vel? Já, þakka þér fyrir, sagði Elísabet. Og ég vona að ég fái nokkra góðan myndir, en ég veit náttúrulega ekkert það ennþá af hverju þar eru. Í sömu mund gispaði Blámann litli svaka mikið og það þýddi eiginlega að nú væri komin tími til að bjóða góða nótt og fara heim. Á mánudeginum fór Elísabet með filmin í framkvöllun og afgreiðslumaðurinn sagði: Komdu aftur á föstudaginn. Föstudaginn? Það óratími þangað til, sagði Blámann litli. En föstudagurinn rann upp eins og hann gerir alltaf nokkrum dögum á eftir mánudeginu. Og Elísabet var á vissan hátt mjög ánægð þegar hún þurfti að borga fullt gjald. Það þýddi að allar myndirnar hefði heppnast. Þau þutu yfir á bekk á flötinu til að skoða þær. Ó, sagði Elísabet þegar hún leit á fyrstu myndina. Fínt, íkorni. Og hún rétti Blámanni litla myndina. Hún rétti honum hina myndina líka og hrópaði: Ó! Ó! Á mismunandi vegu svo að Blámann litli vissi hvort myndin væri góð eða ekki. Hún hafði náð myndum af 2 íkornum, kanínu og raunverulegri uglu fyrir utan Hrapp Vestmann þegar hann var að leika ugluna. En það voru engir greifingjar. Þegar Elísabet skoðaði seinustu myndina hrópaði hún upp yfir sig af undrun. Ó, sjáðu þetta Blámann! Þetta svo sem tók seinast. Það glampar á eitthvað í hreiðrinu. Hvað ætli það sé? Það hafði Blámann litla enga hugmyndum, svo að þau flýttu sér að skógarjaðrinu og leituðu í runnunum. Loksins kom Elísabet út úr runna og í hendinni var hún með, ja, hvað haldið þið? Nælun hennar frú Bóthildar. Halló, krakkar mínir, sagði frú Bóthildur óskup niðurdregin þegar þau börðu að dyrum hjá henni. Frú Magnhildur sagði að þið ætla að færa mér mynd. Það var fallega að hugsa. Stígur Vestmann reif upp hjá mér gólfborðin í gær en hann fann ekki næluna mína. Nei, en ég held að við höfum fundið hana, sagði Elísabet roggin og opnaði lófan. Frú Bóthildur var alveg orðlaus. Drottinn minn dýri, hrópaði hún svo. Hvar í óskupunum fundið hana? Náðu þið þjófnum? Það má segja það, já. Það var skjór, sagði Elísabet og hún sagði frú Bóthildi frá leiðangrinum út í skóg og myndin af hreiðrinu. Skjórinn hlýtur að hafa séð glampa á næluna og snittiborðið frú Bóthildar og skotist inn gluggann og gripið hana. Það er alkunna að skjóir sæki í það að fara með alls konar glampandi hluti í hreiðrinu sín. Frú Bóthildur gat þá eftir allt saman sent Melkorku frænku sinni næluna. Hún keypti nýja filmu handa Elísabetu og Elísabet gaf henni myndin af skjónum og nælunni svo að frú Bóthildur ætti eitthvað sem gæti minnt hana á ættargripinn.